Komið í sæli, þetta Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Ég hef áður getið þess að ég sæki gjarnan í kistur þeirra sem á undan komu, karla og kvenna sem að lögðust hér á árarnar og bjuggu til það velferðarsamfélag sem að við lifum í, mörkuðu brautina í atvinnulífinu en ekki síður í hugmyndafræðilegri baráttu sem stundum var hörð. Ólafur Björnsson, prófessor í hagfræði, var einn þessara manna. Hann fæddist í febrúar 1912 í Harðarholti í Dölum. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1931, nam lögfræði í 1 ár við Háskóla Íslands en hélt síðan til Kaupmannahafnar þaðan sem hann lauk háskólaprófi í hagfræði 1938. Hann kenndi við viðskipta og lagadeild Háskóla Íslands sem dósent og síðan prófessor allt fram til ársins 1982 þegar hann fagnaði 70 ára afmæli. Hann kendi einnig stundakennslu við Verslunarskóla Íslands, sat í bæjarstjórn Reykjavíkur 1950 til 58 og alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn á árunum 1956 til 71. Hann var formaður BSRB 1948 til 1956. Á Íslandi var rekinn víðtækur haftabúskapur frá því 1930 og nær óslitið til 1960 þegar að viðreisnarstjórnin, samsteypustjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks tóku völdum og stigin voru stór skref til frjálsaræðisáttar. Ólafur Björnsson var einn helsti gagnrýnandi haftabúskapar, benti á að aðra leiðir væru heppilegri til þess að ná jöfnuði í viðskiptum Íslands við önnur lönd en innflutnings- og gjaldeyrishöft, en ekki síður á hitt að með höftunum væri skapað geipilegt vald í höndum opinberra aðila sem gat verið frelsinu hættulegt. Skeið voru svo miklar takmarkanir, til dæmis á gjaldeyris yfirfærslum til utanferða, að jafna mátti við átaka fjötra. Urðu væntanlegir utanfarar að samfæra opinbera aðila það að brýna nauðsyn bæri til utanferðana svo þeir gætu fengið yfirfærslur, gætu fengið erlendan gjaldeyri. Nokkuð sem að við setji tíma fólk eigum erfitt með að skilja. En skömmtunarvaldið sem var fólkið í haftabúskapnum var auðvitað líka nota til að ívilna þeim sem höfðu mestu stjórnmála ítökin. Ólafur samdi ásamt Dr. Benjamin Eiríksinni ýmsar tillögur umbætur í hagstjórn sem voru framkvæmdar árið 1950 og dró nokkuð úr innflutnings- og gjaldeyrishöftum, þó ekki hyrfu þær með öllu fyrir árið 1960. Ungir sjálfstæðismenn með þá Geir Hallgrímsson og Ásgeir Pétursson í fararbroddi hrifust af rökfestu Ólafs og þekkingu og þunga í málflutningi og fengu hann í framboð fyrir Sjálfstæðisflokkin. Sat hann á þingi fyrir Reykvíkinga frá árið 1956 til 1971. Jafnframt því sem að Ólafur kenndi hagfræði við Háskóla Íslands og Verslunarskólann skrifaði hann fjölda bóka hagfræði og atvinnumál og hafði margvísleg afskipti af stjórnmálum og gegndi hann ýmsum trúnaðarstörfum eins og áður segir. Ólafur fylgdist vel með hinum nýju viðhorfum til hagstjórnar og eftir 1970 þegar hugmyndi þeirra Hayeks og Miltons leysta af hólmi kenningar Keynes víðtæk ríkisafskipti. Var það Ólafi mjög að skapi og árið 1978 gaf hann út bókina Frjálshyggju og alræðishyggju þar sem hann gerði grein fyrir skoðunum sínum
á alþýðlegan og einfaldan hátt eins og honum var lagið, segir Dr. Hannes Hólmsteinn Gissurarson í minningagrein Ólaf. Ólafur Björnsson féll frá árið 1999 og í minningagrein sem að Davíð Oddsson, þá formaður Sjálfstæðisflokksins, skrifaði í Morgunblaðið, segir hann að öllum þeim sem líta öxl átta sig á hversu farsæll þingmaður og hagfræðilegur ráðgjafi Ólafur Björnsson hafi reynst í þau 16 ár sem hann sat á þingi. Hinn mikla þekking hans á efnahagsmálum, annáluð góðgirni hans og eljusemi og sérstakur hæfileiki til að orða hugsun sína vafningalaust og skilmerkilega komu að afar góðum notum í þeirri hörðu baráttu sem þá var háð á milli hafta og frelsis, áætlunarbúskapar og hins frjálsa markaðshagkerfis, ríkisafskipta og einkaframtaks. Davíð segir: ég hika ekki við að segja að Ólafur Björnsson hafi verið einhver nýtasti og besti þingmaður sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft á að skipa í 70 ára starfsögu sinni. Ég fann það líka í samtölum mínum við Ólaf hinn síðari ár hversu vel hann fylgdist með stjórnmálum og áhugasamur hann var vöxt og viðgang Sjálfstæðisflokksins og frjálslyndra viðhorfa almennt í landinu. Margt af því sem kom í hlut minn og samstarfsfólk míns að framkvæma hafði hann skrifað og mælt fyrir áratugum áður. Árið 1982 kom út greinasafn Ólafs Björnssonar í tilefni af 70 ára afmæli hans. Það var félag frjálshyggjumanna á Íslandi sem hafði forgöngu útgáfana, en Guðmundur Magnússon, samstarfsmaður Ólafs og síðar háskólarektor, skrifar formúla. Mér finnst rétt að grípa aðeins niður í þeim formúla, en Guðmundur segir á einu stað: í huga mínum hefur mótast alveg ákveðin mynd af stjórnmálamanninum Ólafi Björnssyni. Hann satt og hlustaði á aðra á Alþingi þar til honum fannst nóg komið af fáfræðinni og leikaraskapnum. Ætli þetta hafi ekki verið framundur jól eða framundur áramót. Þá reis hann upp og tók þingmenn í kennslustund, hvort sem þeir voru samherjar eða mótherjar. Ég efast að nokkur þingmaður hafi verið eins sjálfu sér samkvæmur og hann. Hann var ákafur talsmaður einkaframtaks, sérstaklega frjálsrar verslunar. Það var því kaldhæðni örlagana að eftir að hafa barist fyrir verslunarfrelsi og afnámi haftabúskapar alla tíð, var þann að víkja fyrir nýrri aðferð við val þingmanna, aðferð sem ekki hefur fleytt einum einasta sérfræðingi efnahagsmálum á Alþingi Íslendinga. Þetta gerir samtímis því sem efnahagsmál verða mikilvægari þáttur í störfum þingsins. Í júní 1956 skrifaði Ólafur grein í Morgunblaðið í aðdraganda alþingiskosninga undir yfirskriftinni Eiga menntamenn erindi í stjórnmálabaráttuna. Þar segir hann að stjórnmálamenn eða frambjóðendur flokkana láti ljós sitt skína, lofi gulli og grænum skógum ef þeir verða kosnir, en mála með svörtu það ef andstæðingarnir verði ofan á. Ólafur segir að vísu sé það yfirleitt af skornum skammti sem kjósendur fá að vita úrræði til lausnar efnahagsvandamálum þjóðarinnar og öðrum þjóðfélagsvandamálum, en þeim mun ríkulegar eru látin í té gífuryrði andstæðingan og allt þeirra athæfi en lof sjálfan sig sem orðið hafa og flokk þeirra. Ólafur segir síðan orðrétt: fyrir nokkrum árum las ég viðtal sem blaðið Þjóðviljinn birti við einn leiðtoga flokksins í tilefni af merkisamæli hann átti. Þessi stjórnmálaleiðtogi trúði þá blaðið sínu fyrir því að í ákveðnu stórmáli sem borið hefði hátt í stjórnmálum fyrir alllöngu síðan, með minnir að það hafi verið afstaðan til styrjaldar Rússa og Finna 1939,
hefði hann verið alveg á öndverðum meiði við flokk sinn. En ég gætti þess að láta ekki slíkt uppi, því að með slíku hefði ég gefið Morgunblaðinu og öðrum málgögnum andstæðinga flokksins kærkomið áróðusefni, bætti hann við. Síðan lýkur blaðið, þar að segja Þjóðviljinn, miklu lofsorði á mannin fyrir þann drengskap gagnvart flokknum hann hafi sýnt með þessari afstöðu. Þessa er ekki getið hér sem ádeiluefnis á kommúnista út af fyrir sig. Ástæðan til þess að viðtals þessa er getið fremur sú að nákvæmlega hið sama hefði getað staðið í Morgunblaðinu, Alþýðublaðinu eða Tímanum við svipað tækifæri. Þessi aðferð að ekki megi gera óvinafagnað með því að taka afstöðu sem að dómi ráðamanna andstæð hagsmunum flokksins hefur að jafnaði reynst einhlít til þess að útrýma siðgæðisvitund og samvisku flestara þeirra til langframa hafa verið liðsóttar stjórnmálaflokka. Gerist menn brotlegir við þessa reglu og fylgi samfæringu sinni og samvisku þeir dæmdir kalkaðir eða eitthvað þessáttar og óhæfir til trúnaðarstarfa í stjórnmálum. Og Ólafur heldur áfram. Svæfing samviskunnar til þess að gera ekki óvinafagnað fyrsta leikregla stjórnmála baráttunar, en þær eru fleiri. Ég vona að mér verði virta til vorkunnar vegna stöðu minnar að brjóta aðra meginreglu stjórnmálabaráttunar, þá að fara aldrei viðurkenningar orðum neitt sem kemur fjár á stjórnmála andstæðingum. Ég hlustaði nýlega á útvarpserindi daginn og veginn eftir Halldór Kristjánsson frá Kirkjubóli. Hann gerði þar að umtalsefni kosningabaráttu nú sem honum þótti snauð að málefnalegum rökræðum rík að vígorðum og órökstuddum fullyrðingum. Hann leitaði síðan á þessu skýringar og hitti þar að mínum dómi naglan á höfuðið. Að vitnaði í það að Adolf Hitler hafi eitt sinn verið að því spurður hvernig áróðri yrði best hagað með tilliti til þess að afla sér fjöldafylgis. Hitler svaraði að megin áherslu bæri að leggja á það að miða áróðurinn við þá sem enga dómgreind hefðu, því að þeir væru flestir. Ég að vísu ekki þeirra skoðunar að slíkt mat á dómgreind almenning sé réttmætt, en hitt ég vissum að almennt líta stjórnmálamenn svo á að þar finna skýringun á öllum gífuryrðum og vígorðunum sem sýnt og heilagt munu hljóma í eyrum almennings fram að kosningum. Ólafur sagði að reglur stjórnmálabaráttunar væru vissulega frábrugðnar leikreglum hinnar vísindalegu sannleiksleitar og raunar bein andstæða þeirra. En hvaða erindi geta þeir menn þá átt á vettvang lýðskurumsins sem hafa gert vísinda iðkanir að ævistarfi sínu, spurði Ólafur. Og hann svaraði, ég tek strax það fram, að ég tel þess enga von að mér eða öðrum takist að breyta þessum leikreglum á þann veg að þær nálgist leikreglur fræðimennskunnar. Prófessorar og prestar hafa átt sæti á alþingi án þess að sannleikurinn og kærleikurinn væru meira metnir eftir en áður. Þeir hafa orðið að velja tvo kosti, að fylgja settum reglum stjórnmálabaráttunar eða víkja úr henni ella og munu svo einnig fara þá starfsbræður þeirra sem á eftir þeim koma. Mér það fyllilega ljóst að öll umbóta starfsemi í þá átt vonlaus. En þó milli leikregluna, vísinda og stjórnmála sé þannig óbrúanlegt djúp, ekki með því sagt að menn sem vísindi stunda eigi ekki að láta sig stjórnmál neinu varða. Þjóðfélagsskipanin verður þó að vera þannig að stunda megi vísindin. Þessu skilyrði sem kunnugt ekki fullnægt í hinum kommunísku einræðisríkjum
hvað þorra vísindagreina snertir. En sú hætta vofir einnig yfir í lýðræðisríkjum að þróunin verði sú að skoðanafrelsi verði útrýmt og á það ekki síst við ríki eins og Ísland. Ólafur Björnsson var einn þeirra sem hafði varað mjög við hinni margþættu löggjöf efnahagsmál sem víða hafði verið sett á hér á Íslandi við framkvæmd hafta og opinbera skipulagningar atvinnulífsins. Hann var ekki þar einn, Jóhannes Nordal var annar og fleiri. Ólafur segir að hann hefði átt þess kost að hafa náinn kynni af framkvæmd löggjafarinnar. Og þau kynni hafi átt ríkasta þátt í því að hann hafi ákveðið að hefja þáttöku í stjórnmálum. Hann segir, ég gekk í Sjálfstæðisflokkinn og hef stutt hann síðan. Ekki af því að ég telji hann framkvæma áðurgreinda löggjöf af minni hlutdrægni en hinir flokkarnir, en það erfitt að meta slíkt, heldur að finna að hann einn allra stjórnmálaflokka löggjöf þessari andvígur. Allir vinstri flokkarnir hafa á stefnuskrá sinni við þessar kosningar sem endranær aukningu þeirrar löggjafar sem stofnar réttaröryggi, mannréttindum og skoðanafrelsi í hinna mestu hættu. Hinum pólitísku eftirlitsmönnum með áðurgreindri löggjöf í rauninni veittur óbundnar hendur það að kæra og dæma andstæðinga sína fyrir brot sem hver þjóðfélagsborgari í rauninni sekur en að hilma á sama hátt yfir samskonar afbrot samherja sinna. Afleiðingi verður sú að enginn þorir að halda fram skoðunum andstæðum stjórnvöldum eigi hann ekki að eiga á hættu fjárhagslegar refsi aðgerðir. Menn geta verið ósammála Sjálfstæðisflokknum og leiðtogum hans margt, skrifar Ólafur. En það haggar ekki því að hann einu samtökin sem íslenskir borgarar hafa myndað verndun einstaklings og skoðanafrelsis. Það ekki svo að skilja að allir andstæðingar sjálfstæðismanna séu þessum hugsjónum andvígir, öðru nær. En með því að styðja vinstri flokkana og stefnur þeirra í efnahagsmálum í hinum ýmsum myndum, grafa þeir óafvitandi undan þeim mannréttinda hugsjónum sem allur þorri íslensku þjóðarinnar raunverulega aðhyllist. Með tilliti til þeirrar hættu sem nú steðjar að því skoðana og einstaklingsfrelsi sem undirstaða hlutlausara og frjálsara fræðiiðkana geta menntamenn ekki látið stjórnmála baráttuna afskiptalausa. Þrátt fyrir það að leikreglur hennar hljóti að vera þeim ógeðfelldar. Og að undanteknum þeim sem dreymir það að verða hirðgæðingar einhvers innlends eða erlends innræðisherra sem fyrirskipar skoðanir þeirra, hljóta unnendur einstaklings og skoðanafrelsis að fylgja sér Sjálfstæðisflokkin eins og málefnastaðan nú. Ég þakka þeim sem hlýddu